skoðum aðeins hvernig við svona nokkra hluti sem sniðugt að kunna í sambandi við hugakort. Fyrir að fyrst, hérna bara dæmi hugakort sem ég búið til. Við ætlum að skipuleggja árshátíð og ég búinn að setja hérna svona helstu þættina inn og þarna fyrsta atriði sem ég vil að allir viti þegar þú smellir á aðalmynd eða aðalgrein og þá eru svona plúsmerki allt í kring. Það er auðveldasta leiðin til að búa til undirgreinar með því að smella hérna á plúsin hægra megin eða systurgreinar með því að gera plúsin fyrir neðan eða ofan og svo breyta þessu hérna með því að smella hér þá kemur ein á undan og þetta verður að greinin sem við vorum með breytist í undirgrein. Svo get ég tekið í greinina og fært hana og sett hana þar sem ég vil og þá get ég strokað þessar tvær út. Þannig að svona get ég búið til nýja greinar, smella á púlusuna, það er einfaldasta leiðin, það er til margar aðra leiðir líka. Svo get ég tekið hérna í handföngin og raðað og sneirt til. Það sem við erum að leita er svona jafnvægi, eins og hérna tegist þetta svolítið langt út, þannig ein leið er að kreista saman þannig að textin verði tvær línur. Þannig að þetta er ágætt hér og við getum gert það hérna líka, að þá erum við svona komið með aðeins meira jafnvægi á greinarnar og þá er komið að því að sem sagt nota liti. Mér finnst gott til dæmis að hver grein hafi sinn lit, þannig að hérna er sem sagt veitingar og þá skulum við bara hafa það rautt og þá eru hérna greinin og undirgreinarnar allar rauðar og hér staður, þá myndi ég hafa það bara grænt og skemmtun blátt. Þannig vel ég sem sagt liti fyrir greinarnar, dagskrána getur verið appelsínugul og kynningin verið fjólblá til dæmis. Þannig þá er ég komið með það og það sem ég geri gjarnan er að hafa litin í þessum þarna í svona rammanum utan aðalgreinarnar í sama lit eða svipuðum, þannig ég geti haft hérna annaðhvort svona bleikt eða ljósrautt hérna og ef ég fer og þá væri hérna líka grænt, kannski ekki alveg textiliturinn og blátt, appelsínugult og fjólblátt. Þá er ég komið með svona svipaða liti og greinarnar sjálfar og kannski árshátíðin, hún ætti nú að vera í einhverjum krassandi lit, er það ekki? Bara heiðgul, opnaði hérna og finn heiðgulan svona. Ok. Annað sem mér finnst gott að gera er að hafa myndir. Ég finn myndirna hérna út í kanti og eitt sem ég get gert er að leita. Þannig að ég til dæmis ef ég ætla að fá myndir fyrir veitingar þá bara skrifa ég food og þá leitar hún í öllum og þá hérna eru þær myndir sem ég er með. Ég er með fullt af myndum sko, ég hef safnað að mér myndum í gegnum tíðina þannig að það er svolítið meira en þið sjáið. Nú skulum við sjá, bara eitthvað líflegt og fallegt, tökum ég hérna bara hamborgara. Ég get dregið hann og sett hann þar sem ég vil, held hérna, smelli á myndinni, dreg hana til, get sett hana til hægri og vinstri og undir og segjum ég vilja hafa hana hérna bara fyrir ofan, svona, og ég get líka stækkað og minnkað. Þannig að maður hefur svona stærðin eins og passar, staður, þá skulum við bara hafa hérna hús, leitin, hann er hús, hérna er flott hús,
skemmtun, ekki bara skrifa partí. Þá bara hérna, þetta ekki málið og sjá þetta líka ef þetta valið og ég smelli hérna myndina, þá birtist hún þarna. Þessi finnst mér of lítil, þannig að stækka hérna þess. Svona, dagskrá, þannig að plan. Hvað líst okkur á þar? Herði, ég veit það er til mynd af checklista. Prófum það. Check. Hérna, þetta svona, rautt, gengur ekki, blátt, aðeins betra, til ljótmynd. Fyndið. Ok, veljum bara ekki, þetta kannski bara betra, svona. Og kynning, þarna, hvað gerum við þar? Ekki svona býtum við. Sign, prófum það. Upphrópunarmerki, já, prófum það. Það gerir sig við skrifa shout. Tökum það hérna sko. Hérna er svona gjallarhorn, það er ágætis. Svona passlega stórt. Nú erum við búin að setja myndir. Myndir, ef við veljum myndina vel, þá hjálpar það okkur að skilja hugarkortið. Og smástund er þess virði að svona raða myndunum saman. Og svo er ýmislegt annað sem við getum gert. Við getum hérna sjáðu hérna insert. Það er alls konar hluti sem við getum bætt við. Við getum til dæmis valið hérna og haft númer. Og hérna við getum valið þetta og breytt þessu í hérna gátlista. Þannig við smellum hér og segjum none. Nei, hérna 0. Þá komum við svona hak og svo eftir því sem að líður á þá get ég merkt við meira og þá sé ég hversu langt verkefni er komið. Það er líka hægt að þarna setja hérna íkon, svona alls konar táknmyndir. Setjum bara, má sjá hvað er í gangi núna. Svona setja hérna eru icons. Þá get ég sett til dæmis númer 2, 3 og ef ég vil leggja áherslu á þetta þá get ég sett ramma utan það og með því að hægri smella á þessu þá get ég valið hérna, gerum þetta aftur, svona format boundary, þá get ég þarna stillt það, þetta ferkantað eða zigzag bylgjur, apply, þá sé ég hvernig það lítur út. Hérna get ég valið aftur apply, curved lines, apply, kannski var bara zigzag best og ok, og þið sjáu það velur sjálfkrafa aðallitin sem er hérna. Ég myndi vilja hafa þessi hér líka græn á grænum bakgrunni, þá fer ég hérna á bakvið, vel hérna fill color og þarna none, þá sést í gegn. Annað sem er áhugavert að nota er til dæmis bara hérna, það er aftur í insert að setja inn relationship, þannig ég get gert svona pílu, vali hérna, það sem að gerir mér finnst alltaf best bara að hægri smella, velja relationship, smella hér, tökum hérna þetta til dæmis og svo get ég dregið línuna einhvert eins og hingað.
og ég get breytt útlitinu af þessu með hægri smetla og smetla hér og velja Format Relationship. Þá get ég valið alls konar útlit. En þetta til þess að sýna tengingu á milli hluta. Það eru örfáir ykkar sem að noti þetta sem í staðinn fyrir að búa til greinar eins og kerfi gerir. Það býður upp á ákveðin sveigjanleika en það svona gengur þvert á hugmyndina að baki. Meira sem við getum gert að tengja til dæmis, tengja bara vefsíður við þetta. Segjum til dæmis hérna að við séum með að leita eitthvað á netinu og við finnum hérna einhverja síðu sem okkur finnst áhugaverð. Þá getum við bara tekið hérna í töskuna fyrir framan HTTPS og dregið, nú er hann ekkert að hlýða mér, þetta syndi, svona, það hérna smá stjórntæki sem að trufla mig, þannig að svona, nú ætti þetta að ganga, svona sko, og þá smelli ég hér, þá insert link, þá kemur tengill hérna við, þannig að þegar ég smelli á, nú hvarf hérna höfuðkortið mitt, þegar ég smelli hérna á, þá opnast þessi vefsíða og þið sjáu þetta stillt þannig að hún opnast inn í Mind Manager og með því að fara á Home og Link þá get ég stillt Mind Manager þannig að hérna með því að fara á hérna, Use Built-in Browser for Links, ég get tekið hakið úr, þannig að þegar ég smelli þá opnast bara í vafra, þannig að ég ræð hvernig ég ger það. Ef ég að rannsaka eitthvað þá getur verið gott að það birtist þarna inni. Á bakvið hverja grein síðan hægt að bæta við texta, sjá hérna, notes, þannig ég get skrifað hérna glósur, óendanlega langan texta og þá hérna tákn, þannig að þegar ég sé þetta tákn get ég bent á það og þá birtist textinn, ég get líka smellt á það og opnast. Þannig að þetta svona sumt að því helsta sem að ég finnst gagnlegt að sýna ykkur núna. Þannig að þetta nokkur atriði sem ég hvet ykkur til þess að nota þegar þið eruð að þarna þróa ykkur í gerð hugarkorta.